Þessar 14 stiga tap fyrir geysisterku liði Tindastóls. Hvað að gera hjá okkur gerast hjá okkur í dag? Hvað tapið þessu? Við náttúrulega fengum allt og mikið á okkur í fyrsta leikluta, allt og mörg stig á okkur og þeir voru náttúrulega komnir með svolítið forskot og við náttúrulega þurftum að ná því tilbaka, komist inn í leikinn og svo náttúrulega við vorum að spila á fáum mönnum og þeir svín hittu allan leikinn og erum náttúrulega bara með hörku lið og þannig að já, bara við gerðum bara ekki nóg til að geta unnið leikinn en mjög bara strákarnir leggja sig virkilega fram til að komast inn í þetta aftur og það vantaði átt smá heppni þetta skota á þessum tíma sem voru búin að koma sér niður í einhver örfá stig en þetta fór svona. Við tökum núna bara, nú voru komið jólahlé, Keflavík í vantanlega þriðja sæti deildarinnar. Hvernig meturðu það svona, hefurðu tekið þessu fyrir móti? Já, algjörlega. Við náttúrulega með mikið breytt lið bara frá því fyrra og jú, í svona sterkri deild þá er ég algjörlega sáttur við það skilur en bara það breytir ekki öllu, við erum staddið þarna núna og nú snýst þetta bara hvernig við komum eftir áramót. Við þurfum að bæta veru lí og já, bara koma grimmir og bara gera enn betur en við vorum að gera fyrir áramót. Meiðsli í hópnum og leikmenn sem eru bara fjarverandi, sendu Postmann leikmenn Javier Seco heim í dag eða Já, hann sem sagt bara var ákveðið að hann er ekki meira með okkur og þannig að hann er farinn og Mantas kemur strax í byrjun janúar og Þið eru vantilega fegnir því að fá núna 2-3 vikur til að Já, og líka við þurfum að fá Mantas inn og bara skoða þetta og Sigurþór líka náttúrulega búinn að vera frá í svolítinn tíma ungur strákur hjá okkur sem var farin að spila aðeins og sem átti að vera inn í róteringunni hjá okkur. Ég veit ekki hvernig verður með hann og þannig að við erum að spila á fáum mönnum og það sást alveg þeir voru þreyttir lykilmennirnir hjá okkur og það er alveg eðlilegt. Brattir fyrir seinni hlutann? Já, það þýðir ekkert annað. Takk.